Hjólreiðar eru geysivinsalar á Íslandi og eru sífellt fleiri sem tileinka sér þær sem samgöngu og ferðamáta. Austurland hefur ekki farið varhluta af hjólaæðinu. Hér má finna fjöldan allan af hjólaáhugamönnum. Einn af þeim er Hörður Árnason hjólaviðgerðamaður sem hefur nú opnað hjólavegstæði í bílskúrnum heima hjá sér þar sem hann dundar við viðgerðir á kvöldin og helgar. Hvar erum við eiginlega stödd? Við erum stödd á Fáskrúðsfirði, Skólaveg 87, á vegstæðinu hjá Keðjuverkun. Er langt sem þú opnaðir? Ég byrjaði að fikta við þetta fyrir vin og vandamenn fyrir árið síðan, en stofnaði fyrirtæki núna í sumar. Og er búið að vera svolítið að gera? Það er reytingur, það er ekkert of mikið. Ég hef ekkert verið að kosta hennar auglýsingar eða neitt ennþá, en jú, það er að koma sletta á hjólum inn. En hvernig dattir þetta í hug? Af hverju gerum við? Vegna þess að ég fréttaði að fólk var bara að henda hjólum sem voru bara heil í rauninni. Bara lítilsháttar biluð, það var enginn til að gera við. Fólk kunni ekki gera við og bara hendi þessu og keypti nýtt. Og ekkert sem þú varst að hafa áhuga á þá áður að fikta við svona eða? Mér finnst alltaf gaman að skrúfa. Já. Og fiktaði í einhverju koppafeiti og smurefnum en hjólaði mikið þegar ég var krakki og alveg fram á unglingsárin og var alltaf skrúfandi hjólið mín í sundur og saman og breytandi þeim og þetta svona bara kveikti áhuga bara. Krakkarnir voru nýbyrjaðir að hjóla líka og mér langaði bara að prófa þetta. Hörður er kannski ekki dæmigerður reiðhjóla áhuga maður sem hjólar fjöll og fyrnindi. Hans ástríða liggur meiri í að laga og gera við. Honum hefur líka verið vel tekið því á Austurlandi er skortur á hjólreiðavegstæðum og reiknast okkur til að þeim megi aðeins finna eitt slíkt á Egilsstöðum fyrir utan það sem hann rekur í bílskúrnum á Fáskrúðsfirði. Tekurðu við öllum gerðum af hjólum? Gerurðu við allt? Já, ég get alveg tekið flest hjól að mér. Það er reiðhjól sko. Hvað bílar helst? Það eru bremsurnar sem það þarf að halda við, keðjan slitnar eða slitnar ekki að teygist á henni. Þá þarf að skipta hann og endurnýja hana. Þetta eru frekar ódýrir hlutir, þannig að það borgar sig að vera ekkert að teygja þetta of lengi því að þá ertu farin að skemma meira. Skemmir gjarðirnar ef það eru slitnir púðar og þú eyðileggur tannhjólinn ef þú skiptir ekki keðjuna. Þannig að það borgar sig að skipta þetta reglulega. Er dýrt að koma með hjólið til þín? Nei, ég tel það ekki dýrt, alls ekki. Til dæmis skiptum keðjuna 2000 skall, einhvers staðar á bilinu. Fyrir eftir enda hvað hún er dýr eða hvað hún er flott, eins og 10 gera hjólið, þá kostar hún mun meira, en á þessum 7-8 gera hjólum þá eru 2000 skall. Og púðarnir, bremsupúðar í eitt dekk eru 1250 kall fyrir utan ásetningu. Þetta er gjöfin, ekki gjald? Ég er það ekki. Ég held það. En hvað ertu til dæmis að gera núna? Nú er ég að þrífa keðju. Er það eitthvað sem þarf að gera reglulega eða? Já, það þarf alltaf að þrífa þetta reglulega. Nokkru sinnum á árið. Það fer reyndar eftir því hvað við hjóla mikið en það þarf alltaf að þrífa þetta reglulega. Hvað myndirðu ráðleggja fólki varðandi hjólið sín? Hvað gerir maður til þess að þau endist lengur? Maður fari betur með þau? Geymdu þau inni. Alltaf að geyma þau inni. Öll hjól bara fara illa og að vera úti. Rigningu og jafnvel að fara undir snjó. Þrífa þau reglulega og smyrja þau með réttum smörjum. Það er alveg grundvallaratriði. Til dæmis eins og með keðjuna að þú þarft að smyrja þetta með réttum smörjunum og þurrka feitina sem er utan á keðjun. Feitina á að vera inn í keðjunni, ekki utan á. Þannig að ef hún er utan á, þá bara safnast ryk og drulla utan á keðjuna, fer í allan gírbúnaðinn, tannhjólinn og slítur því bara. Hörður mæli líka eindregið með því að hjólaeigendur fari með hjólin sín í allsherjar yfirhalningu einu sinni á ári en mæti reglulega með það í léttari skoðun til að það endist lengur. Hvernig hefur fólk samband við þig að það vil fara að skella hjólinu sínu í yfirhalningu? Ég er með Facebook síðu, Keðjuverkun og það er nú eiginlega bara þar. Ég er ekki með neinar auglýsingar neins staðar. Og hægt að íta mér þessu eitt takka bara þar inn á og þá hringir í mig. En hvað er skemmtilegast að gera við þegar þú ert að gera við hjólinn? Allt. Það er ekkert leiðilegt. Það er, þó ég fái hjól aftur og aftur og aftur sem maður þarf að gera það sama við, það er bara gaman að eiga við það. Mér finnst það. Þetta er bara gaman.